Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Þetta verður fjölbreyttur þáttur hjá okkur að venju hér í kvöld. Og nú erum við stödd hér hjá Kia-umboðinu sem í nýju húsnæði sem var tekið í notkun á dögunum. Nú við byrjum á því að ræða við hann Ingólf Geir Gissurarson sem fasteignasali í Valhöll og hann ætlar að segja okkur frá fasteignamarkaðnum. Já, og svo kemur til okkar hún Rannveig Magnúsdóttir sem sérfræðingur hjá Landvernd og við ætlum aðeins að fara yfir það hvernig við getum spornað gegn matarsóun. Nú þú hittir hana líka hana Kristínu Eðvald, lögfræðing og hæstaréttarlögmann. Hæstaréttarlögmann, já. Og hún býr yfir mörgum hæfileikum, það gaman að fylgjast með því, en hún hefur líka græna fingur. Já, og síðan auðvitað ræðum við hann Jón Trausta Ólafsson, forstjóra Öskju, en þeir eru með 2 bílaumboð, það er Mercedes-Benz og Öskju og þeir tóku þetta nýja og glæsilega húsnæði í notkun og ætlum að ræða með þessa byggingu. Mjög spennandi. Og að lokum kemur til okkar hann Ómar Örn Helnusson hjá Innréttingaklæðningu og hann ætlar að sýna okkur nokkra góðar hugmyndir hvernig við getum fríkkað upp gamalt eldhús og gert það eins og nýtt fyrir lítinn penning. Þetta er glæsilegt. Skemmtilega. Árið náttúrulega svona komið í gang hjá okkur. Hvað segir mér? Er svona markaðurinn að glæðast? Heyrðu, þetta fer bara þokkalega af stað. Já. Svona miðað við hvernig haustið var allavega. Já. Það var svona svolítið drungið við því. Neikvæða fréttir og svona áhyggjur af kjarasamningum og sem að dró úr fólki. Já, svona á haustmánuðum sérstaklega. En það sé svona smá aðeins á baki, þrátt fyrir að sé ekki búið að semja. Nei, en þetta bara sýnir manni eins og alltaf hefur verið í gegnum árin að lífið heldur áfram og verður að halda áfram. Já. Og það gerir það líka í fasteignamarkaðnum. Fyrst þú segir það einmitt að haldið áfram, þá skulum við kannski fara yfir í árið 2019 alltaf sem núna að byrja. Ef við förum yfir árið, hvernig svona er útlitið finnst þér? Svona ágætlega bara. Ég held að við séum náttúrulega eins og talað hefur verið komin upp að svona smá stalli. Já. Verðhækkanir verða ekki eins miklar. Einhverjir hafa verið að spá 5% verðhækkunum. Já. Ég er svona, mín tilfinning er að það verði náttúrulega, það sé bara því miður komið á óhjákvæmilegri leiðréttingu. Já. Sérstaklega hérna í Reykjavík vestan Elliðaár og á þessum þéttingarreitum því að það er náttúrulega orðið mikið, virðist vera orðið töluvert offramboð því, gengur hægt að selja. Já og það er verið að byggja líka Ingólfur dýrari íbúðir margar hverjar þannig að unga fólkið er ekki kannski að fá þær íbúðir sem það vil kaupa. Eins og ég hef oft áður talað og síðustu 2 árum að því miður þá hefur verið að framleiða allt og mikið fyrir allt og lítinn markhóp. Já. Og í rauninni lítið sem ekkert fyrir langstæðsta markhópinn. Vonandi fyrir þetta breytast á þessu ári og það er það sem maður vonir. Það verður fara að byggja ódýrari eignir sem að unga fólkið hefur efna á. Já. En því miður þá held ég að sé komið að ákveðinni leiðréttingu á fasteignaverði. Sérstaklega það sem er hvað mest verið að byggja í þéttingarreitunum. Og það gæti hugsanlega haft einhver ruðningsáhrif. Þannig að þetta verður bara spennandi að sjá hvað árið ber í skaut með sér en þetta er svona, ég á ekki von á neinni sérstakri verðhækkun annað en bara þá mestalega halda í við verðbólgu. Já, þá það er eitt sem að maður hefur velt fyrir sér, það hefur orðið mikil aukning á fjölda fasteignasala. Já, árið 2015 komu ný lög og þau gerðu það að verkum að... Hvað eru margir fasteignasalar svona sirka? Mér skilst að ég er ekki með þá tölu nákvæmlega en það er örugglega farið að nálgast 1000 sem eru konum með prófið, það er búin að taka prófið frá upphafi. Þannig að við skulum segja að það er engin skortur í þeirri atvinnugrein. Þetta gerist 2015, þetta er auðvitað miklu strangari reglur núna sem gilda fasteignasala heldur en var áður. Já, sem var ekki vanþörf á. Það bara, þetta er þannig viðskipti að það verður að vera virkileg fagmennska þar og í rauninni ekkert pláss fyrir neina sem sagt, hvað segja, aukvisa í þessu? Nei, það þarf að vera bara 100% í því og má ekki gefa neitt afslátt af því. Það auðvitað segir sér sjálft þá að það er mikil samkeppni á milli ykkar fasteigna? Jú, að einhverju leyti en það er náttúrulega kostnaðurinn við þennan rekstur er mikill. Það þarf að vera með dýra tryggingar og alla aðstöðu og allt í því og það er eins og það hefur verið sagt og það er nokkuð ljóst að ég held að sé engin þjónustugrein á Íslandi sem er með jafn mikla samkeppni.
Já, eins og fasteignasala. En það má náttúrulega ekki koma niður á gæðunum? Nei, það og reglurnar náttúrulega voru á sínum tíma 2015, þær voru settar einmitt til þess að gæðin voru þar lögð í öndvegi. Akkúrat. Og það er farið mjög strangt eftir því hjá löggjafanum og mjög mikilvægt að fasteignasölur séu líka stöndugar og burðugar. Fyrst erum við að tala um fasteignasölunar og fjölda fasteignasala, en hvað heldur að séu mörg fyrirtæki fasteignasölur? Ég held að séu nú bara hérna á höfuðborgarsvæðinu hátt í hvað, 70-80? 70-80? Já. Mjög stórar af vísu og annað, en eins og segi, það er eitt af mikilvægasta sem að fólk ætti að huga að þegar það er að fara að setja eignina sín í sölu. Hversu stöndugt fyrirtæki er. Þannig að það verður nú örugglega til staðar þegar gengi verður frá afsali einhverju mánuðum eða árið síðar. Jú. Það er bara hreinlega því miður hefur borið allt og mikið á því að það er... Sérstaklega árum áður náttúrulega. Já, þetta sé stöndugt fyrirtæki og búið að vera lengi við starfan. Hvað ert þú búin að vera lengi? 30 ár. 30 ár? Já. Síðan ég byrjaði, þannig að... Maður verður bara að segja til hamingju með það. Maður byrjaði á ritvélinni, þó maður sé nú ekki mjög gamall. Hvað eru margir hjá þér í vinnu? Við erum tæplega, við erum 9 til 10. Já. Og það er... Búið að vera í 25 ár þessi fasteignasala. Já. Það er ljómandi 2019, þú spáir svona verðið á markaðnum jafni sig aðeins, ekki miklar hækkanir í kortinu þá nema ef að verðbólgan fer eitthvað að stað. En hérna öðru leyti kannski ekkert ósvipað ár og var 2018. 2018 sýndi alveg greinilega að það var að hægjast verulega á hækkunni. Ljómandi. Þetta komið hjá okkur, kærar þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Næsti gestur okkar er Rannveig Magnúsdóttir sem er sérfræðingur hjá Landvernd og einnig er hún doktor í spendýravistfræðum. Hjartalega velkomin til okkar, Rannveig. Takk fyrir kærlega. Okkur langar að vita mikið hvað getur við gert í stöðinu við allar þessum matarsóun sem á sér stað hér í heiminum í dag? Já, þetta er svolítið heitt málefni og það sem fólk kannski áttar sig ekki á svona þegar hugsa fyrst matarsóun er hversu mikil umhverfisáhrif eru á matarsóun. Og það er einmitt eitthvað sem við höfum verið að vinna svolítið að hjá Landvernd er að koma fræðslu til fólks og inn í skóla og svoleiðis. Þannig að þetta er eitt stærsta umhverfisvandamálið okkar og beintengist loftslagsmálunum. Þannig að til dæmis ef við horfum á alla losun kolefnis frá Bandaríkjunum, ef við reynum að ímynda bara Bandaríkjun og öll losun Bandaríkjunum, þá er matarsóun og loftslagsáhrifin af þeim í heiminum helmingur af þessu. Það er skalinn sem við erum að tala um í loftslagsmálum. Þannig að við á heimilunum, við getum látið gott á okkur leiða og sýnt þessu málaflokki. Heldur betur. Hvað geta heimilin gert til að koma veg fyrir þessa matarsóun? Sko heimilin geta gert alveg brjálæðislega mikið. Það er nefnilega málið. Við erum alveg stór hluti af vandamálinu en líka stór hluti af lausninni. Við erum það að gera rannsókn á reykvískum heimilum og það er komið ljós að þetta skiptir cirka í tvennt og fólk er að sóa mat af því að það er að elda mikið og nýtir ekki afgangana, við kannumst öll við þetta. Og annað vandamál er að fólk er að henda óskemmdum mat og það er að mestu leyti út af þessum blessuðu dagsetningum. Þannig að þegar maður horfir á mjólkina og þegar maður horfir á hveitið og allt þetta sem er í skápunum eða í skápunum og horfir á dagsetninguna, að þá er hún svolítið blekkjandi eins að mest af þessu er best fyrir. Og það þýðir ekki miklað að kvöldi daginn áður. Já, það er best fyrir. Það er best fyrir og það er oft sem að það líður ákveðin tími á eftir sem að varan er í fullkomlega ástandi. Þannig að það bara framleiðandinn vill ekki ábyrgjast að varan sé í fullkomlega ástandi eftir þessa dagsetningu. Þannig að oft er þetta málamyndadagsetningar sem að þarf að hafa í huga eins og til dæmis bara mjólkin, maður bara smakkar hana þegar var af henni, hún er ekkert ónýt og ef hún súrnar þá er hún fín í vöfflur og alls konar hluti. Þannig að, en svo allir eru aðrar dagsetningar eins og síðasti neysludagur. Við þurfum að passa okkur á því, það geta verið örverur sem eru farnar að vaxa í þeim vörum. En það eru flestar vörur samt sem við erum að horfa á sem eru með best fyrir dagsetninguna. Þannig að það er eitthvað sem við getum athugað og bæði að skipuleggja innkaupin þannig að maturinn skemmist ekki og líka að vera óhræddur við að bara kýla á þetta og sjá hvort það sé ekki örugglega í lagi með vöruna. Eins og hunang til dæmis og salt. Við höfum séð myndir af auglýsingin er 250 milljónar á salt en það rennur út á morgun.
Það mjög ótrúlegt. Það frábær markaðssetning. Já. Af því að fólk horfa á dagsetninguna og bara, ó nei, saltið útrunnið. En það samt búið að vera til í 250 miljón ár. Já, þetta mjög merkilegt. Þetta rosalega fyndið, sko. Þannig að, en fólk í alvörunni blekkist af þessu. Já. Og þetta alltaf gert til þess að þú hendir vörunni og kaupir meira. Já. En sem heldur þessi orðið meiri vitundavakning hjá okkur, til dæmis íslensku þjóðinni, að koma veg fyrir þessa matarsóun og reyna að taka okkur taki. Það hefur verið mjög mikil vitundavakning svona síðustu árin en hún hefur kannski ekkert, því miður hefur hún ekki alveg skilað þeim árangri sem við hefðum viljað. Þannig að við getum vel ekki hægt að vera í þess átakinu. En það bara, jú, það mikil, fólk meðvitaðara en við erum ekki alveg að sjá þetta í tölunum, því miður. Þannig að við getum gert miklu betur. Og eins og segir, það eru alls konar ráð, maður fer ekki svangur í búðina til dæmis. Það eitthvað sem alveg dæmigert að maður fari svangur og kaupi eitthvað alls konar sem maður klárar ekki. En já, en svo alltaf þessi umhverfisáhrif, þetta svo miklu, þetta nær út fyrir heimilið. Af því við erum að sóa vatni í þessi matvæli sem við erum að sóa. Það er landsvæði sem fer í matvæli sem við erum að sóa. Það eru til dæmis 136 Ísland, ef við ímyndaðum landsvæðið. Íslandi sinnum 136. Það er landsvæði sem fer í það að búa til mat sem við hendum svo. Þannig að þetta eru rosalegar tölur sem við erum að horfa á þarna. Þetta mjög áhugavert og þetta náttúrulega kemur bara að samfélagsábyrgð, við þurfum öll að taka úr taki, heimilin, sveitarfélögin sem og ríkið. Algjörlega, búðirnar, veitingastaðir. Já, samhent átak. Algjörlega, og þá náum við árangri ef við öll tökum þátt í þessu. Takk kærlega fyrir þetta. Takk. Öll þurfum við stundum á aðstoð að halda. Einhvern sem leiðir okkur áfram. Dýrmætasta hjálpin samt alltaf sú sem styður okkur til sjálfshjálpar, færir okkur skarpari sýn. Og með nýrri sýn Finnst þér þetta í lagi? En að keyra eftir að hafa fengið sér einn. Finnst þér það í lagi? Döðlu síróp, ný náttúruleg sæta í bústið, matargerð og baksturinn. Háberg. Hjá Ökuskólanum í Mjódd færðu allt ökunám. Upplýsingar í síma 567 0300 og á bílpróf.is. Vilt þú verða markþjálfi? Við hjá Evolvia höfum áralanga reynslu í markþjálfun. Kíktu á evolvia.is. Náms- og starfsráðgjafar aðstoða þig við næstu skref í námi eða starfi. Pantaðu tíma á mss.is. Langar þig að læra dáleiðslu? Grunnnámskeið hjá Dáleiðsluskóla Íslands, dáleiðsla.is. Eignasala.is kynnir nýbyggingu í Reykjanesbæ. Verð frá 34,9 milljónum. Gakktu í bæinn. Fasteignasalan Bær opnar fyrir þér dyrnar að fasteignamarkaðnum. Fasteignasalan Bær, Kópavogi og Selfossi. Valhöll fasteignasala framúrskarandi fyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu. Valhöll í Reykjavík, Snæfellsnesi og Höfn í Hornafirði. Komið þið sæl aftur. Þú heimsóttur Kristínu Eðvald lögfræðing. Já, það var rosalega gaman að heimsækja hana og sjá hvað hún að bardúsa heima og henni margt til lista lagt. Við skulum skoða þetta. Við erum hingað komið heim til Kristínu Eðvald sem lögmaður á lögmannsstofnun Lex. Takk kærlega fyrir að bjóða okkur heim, Kristín. Yndislegt að koma hingað góða ilmtíðin. Bara verið velkomin, gaman að fá okkur í heimsókn. Takk fyrir það. Það er nú gaman að fræðast aðeins hvað gerist nú utan vinnuna. Nú ertu náttúrulega að vinna á lögmannsstofnun Lex og það er náttúrulega kröfumikið starf og mörg horn að líta. En þú átt líka þína gæðastundir þegar þú ert hérna heima. Já, það er svona það sem ég finnst alveg dásamlegt þegar maður kemur heim og svona til að slaka á, sko. Já. Að þá bara skiptir maður algjörlega gír og mér finnst það gaman að baka og búið til sápur og svona og svo líka er ég svona rækta grænmeti hérna ganni og þannig, svona inni hérna líka og úti á sumrin. Já, þannig að þú ert með græna fingur. Það er gaman að ræktuninni. Já, ég er gaman að því allavega. Já.
Hvað ert að rækta meðal annars? Það er svona alls konar kál og kryddjurtir, alltaf með ferska kryddjurtir. Svo er ég að leika með tómata og baunir og paprikur. Dásamlegt. Og þetta bara blómstra vel hjá þér? Já, það gerir það, sko. Svo bara klippum maður af og setur á diskinn þegar við erum að borða kvöldmatinn í miðri viku og svoleiðis. Yndislegt. Það er mjög gaman. Já. En svo ertu líka í sápugerðinni. Já. Og gaman að koma þegar maður kemur inn þá finn ég bara ilminn af sápunum. Segð okkur aðeins frá þessu, það er skemmtilegt. Þetta kemur svona eiginlega upp úr því að ég er nú reynda með ofnæmi fyrir efni sem er í mjög mörgum sápum, þannig að ég er mjög vön því að vera alltaf að lesa innihaldslýsingar. Og komst svona að því að bestu sápurnar voru með mjög fáum efnum í. Já. Þannig að ég fór svona að prófa mig áfram í að bara gera þetta sjálf, ganni sko, gaman að því bara, hérna í eldhúsinu. Þannig að þetta eru nú bara olíur og svo reynda nota maður lútur í þessu, þannig að maður þarf nú að fara varlega og bera virðingu fyrir efninu sem maður er með, sko. Já. En svo verða þess að bara efnahvörf þegar maður blandar þessu saman og úr verður sápa, sko. Svo prófaði ég mig bara áfram með ilmolíur og eins liti líka. Já, skemmtilegt. Við erum búin að gera lavendersápu hérna og sítrónusápu líka. Sítrónusápu, já. Hvað er þið lengi að búa til svona sápu? Ég er ekki nema svona kannski hálftíma að gera svona sápu, en svo þarf maður að bíða og það er nú kannski ekki alveg mér sterkasta hlið þolinmæðin, sko. Nei. En það þurfa að standa í 4 til 6 vikur til að það sé tilbúnar. Það er alveg þornaðar og þá getum við að fara að nota þessu. Akkúrat. Þetta er það. Þannig að það er erfiðast, það er að bíða. Það er biðin, yndislegt. Svo er þetta líka mjög skemmtilega gjafir. Já, og ég hef svolítið nefnilega einmitt verið að gefa svona vinkonum mínum og svona. Já, þetta lítur að vera vinsæl. Já. En svo er líka, þú hefur mjög gaman að því að vera að dunda í eldhúsinu, baka og matreiða og er það ekki akkurat hér sem að hjarta heimilisins slær? Jú, algjörlega og það er bara rosa gott þegar maður kemur heima á kvöldin og fara að elda með krökkunum og við sitjum hérna saman og erum að elda og borða, sko, þannig að það er bara svona voða kósí og skiptir maður alveg gír. Já. Og ég hef líka... Hreinsa hugann. Já, svo gaman því. Svo hef ég líka, ég hef séð hjá þér skemmtileg nestisbox. Þau eru mjög bara vel skipulögð og hollustan í fyrirrúmi. Já. Þannig að meðan krakkarnir voru ennþá í því að maður svona gat verið að senda þeim með nesti í skólan, sko. Já. Þá veist rosa gaman að gera þetta og líka var svona undir áhrifum að því að við nú ég hef farið tvisvar til Japan og svo fór ég eins og með krakkana. Já. Og í Japani leggja rosalega mikið upp úr svona flottum nestisbúsum og svoleiðis þannig að ég svona bæði keypti bækur og skoðaði og alls konar dót, sko, til að gera nestisbúsum. Það er rosa gaman, sko. Já. Þannig að þú tekið þann fróðleik með þér heim að læra Japanum á nestisbúsum. Já, ég gerði það. Já, dásamlegt. En segðu okkur aðeins meira frá ræktuninni. Hvað kom svona til og ákvaðast að fara að rækta? Ertu búin að gera þetta bara alla tíð eða er þetta eitthvað nýtt? Ég er svo sem verið að gera þetta alla tíð en ég hef kannski svona sett meiri kraft í þetta svona undanfarin kannski 2 ár, sko. Já. Og svona gaman að bara finnst mér að prófa mig áfram í því. Og bara það er svona, það er voða hugulegt að geta klippt salat og tekið tómata og svona bara beint af plöntunum hérna inni með kvöldmatum og líka bara, þú veist, skreita diskana og svona smáatriði. Já, hafa skrautni. Já, það var yndislegt. Þú ert náttúrulega eins og við ræddum áðan í náttúrulega kröfuhörfustarfi og þar er einbeitingin alveg í fyrirrúmi og þér greinilega finnst ofboðslega gott að vera heima og þú veist, þetta er mjög ólíkt að fara bara síðan að baka og fara í sápugerð og rækta bara, þú veist, þannig að þú ert ekkert að taka vinnuna með heim. Nei. Jú, þetta gerir maður það er kannski í kollinum, en það er þetta sem hjálpa mér svona að skipta gír, það er þetta. Og svo jógað hjá Heils og Spa, ég er í því líka, það hjálpa mér líka mikið. En þá er maður einmitt svona, maður finnur það alveg til dæmis sem maður er að koma á málflutningi og svoleiðis að maður er ennþá í, sko, þeim kannski svona, aðeins svona hörkugír. Já, akkurat. Og svo kemur maður heim og það var alveg bara þá er það mjúka hliðin alveg sem tekur yfir. Já. Það er þannig. Og mér finnst það bara æðislegt að blanda þessu svona saman, sko. Já. Er eitthvað svona uppáhald sem þú gerir, þú veist eins og að baka eða elda? Áttu ykkur uppáhaldsrétti eða kökur? Nei, kannski, mér finnst bara gaman líka að prófa mig áfram. Já. Bæði í bakstrinum og eldamennskunni, sko. Já. En nei, uppáhaldi er náttúrulega bara þegar ég er að gera þetta með krökkunum. Það er bara gæðastundir. Og þau taka þátt. Já. Það er uppáhaldi, sama svo sem hvað maður er að gera. Já. En þegar við erum hérna saman í eldhúsinu og svona, það eru gæðastundir algjör. Yndislegt.
gaman að kynnast þessar hliðar, Kristín. Það er töffarinn og það er hinn mjúka Kristín. Já. Og bara takk kærlega fyrir að bjóða okkur heim. Bara takk fyrir komuna. Takk. Jón Trausti Ólafsson, forstjóri Öskju. Gaman að koma hingað til þín í þetta nýja og glæsilega hús sem það voruð að opna daginn. Segðu mér aðeins frá þessari byggingu, hvað er þetta stórt? Þetta hús er rétt tæplega 3800 fermetrar. Já. Og hérna erum við með sýningarsal, bílaverkstæði, varahluti og svona raunverulega bara allt sem til þarf fyrir ánægðan Kia-eiganda. En þú ert líka með stórt og mikið verkstæði hérna niðri. Já, hérna niður eru 18 lyftur, fullbúið verkstæði fyrir alla þjónustu í Kia. Já. Og þetta er bara viðbót við okkar rekstur því að verkstæði á hinum staðnum, hérna við hliðina í Mercedes-Benz húsinu, að það var einfaldlega orðið lítil fyrir þann fjölda sem er á götunni af Kia-bílum. Þannig að við ákveðum það að byggja hérna og fengum lóð við hliðina á okkar húsnæði og reistum þetta hús sem við opnum núna í janúar. Þetta er náttúrulega mjög glæsilegt hús og niðri þar er þetta glæsilega verkstæði sem er opnað. Og þið opnuðu nú að vísu snjókomi hérna daginn. Það hafði ekki áhrif, það var gestagangur mikill hérna hjá þér? Já, það var fullt út úr dyrum og bara frábæra viðtökur og hérna fólki er gaman að koma hérna og sjá líka loksins getum við haft alla línun inni á sama stað. Heyrðu, golfvöllurinn hérna GR, hann er hérna rétt hjá það, 15. brautin. Já. Þið hafa ekki óttast ekki að fá kúluna hérna inn í aðbyggingunni? Ég er alveg sannfærður það að hingað munu berast einn kúla en bara kannski fylgja kylfingur eftir. Og æfingarsvæðið er hérna rétt, já. Já, við seljum bara fleiri bíla í staðinn. Aðeins hugsununa með þessu öllu saman, hver hannaði þetta hús? Húsið er hannað af arkitektastofunni THG sem stýrði allri arkitektahönnun og svo var það Ebla sem var með okkur og svo vorum við með góðan hóp verktaka sem kom að byggingu húsins. Nú þetta er sem sagt, þið hafið verið með í hönnuninni vantarlega frá upphafi. Hér er vantarlega verið að framkvæma eitthvað og teikna eitthvað sem eftir ykkar þörfum. Leituðu þið eitthvað til útlanda? Já, við unnum þetta með okkar íslensku hönnuðum en síðan notuðum við stofu í Bretlandi sem kom að þessu með okkur sem hefur komið að svona útliti á bílaumbúðum almennt og þar að meðal fyrir Kia. Einnig leituðum við svona í smiði og svona þekkingu hins merkisins okkar. Já. Þeir reka mjög öflug arkitektadeild og þar fengum við ýmsar ráðleggingar. Ég tala um Mercedes-Benz. Og þannig að við nýttum okkur svona samanlega alla þessar reynslu við að reyna að gera húsið eins og vel og hægt er. Þannig að svona verkferlarnir séu góðir. Hvað voruð þið lengi að byggja það? Við tókum fyrstu skóflustungu 27. september 2017 og hófum framkvæmdir þar síðustu áramót. Þannig að þetta tók okkur rétt rúmlega ár. Já. Segðu mér annað, þið eru hérna auðvitað með þetta hús hér við hliðina, það sem þið voruð. Mercedes-Benz, ertu að reyna eitthvað að aðskilja merkin? Hér er eingöngu Kia, en hinum megin er Mercedes-Benz. Nú, aðeins kannski Mercedes-Benz, þó við séum í Kia-húsinu. Þar ertu náttúrulega, það verður miklu betri aðstæða þar væntanlega. Já, við verðum með 3 verkstæði hinum megin fyrir vörubílarútur og sendibíla og svo fólksbíla. Og við erum auðvitað aðskilja merkin og þau njóta sín betur svona og þetta er auðvitað eitthvað sem að framleiðendur sækjast eftir að sitt merki sé eitt í sal og svo framvegis en svona þörfin samt að fyrst og næst komum vegna þess hversu margir bílar eru á götunum á okkar merkjum. Þannig að við sáum bara að þetta var hagkvæmt fyrir okkur og viðskiptavinni og gott fyrir merkin. Já, segðu mér annað, margir bílar á götunum, það er náttúrulega bensin er búin að vera, það er stór bílafloti sem er bens. Hvað er Kia-flotinn cirka stór á Íslandi? Kia-flotinn tilur rúmlega 10.000 bíla. 10.000 bíla? Já. Við hefum núna síðustu 3 árum verið annars sögulegasta merkið á Íslandi og selt yfir 2.000 bíla ári. Bílinn auðvitað með 7 ára ábyrgð sem þýðir það hann er mjög vinsæll og góður í endursölu og þess vegna, þetta eru yfir 10.000 bílar. Og hér þar sem við erum að tala saman, þar eru við í sýningarsalnum. Já. Og hér eru þetta auðvelt að koma. Já, allir velkomnir. Allir velkomnir. Já. Heyrðu, þetta er glæsilegt, þetta er glæsileg bygging og hérna gaman að koma hingað og skoða þetta hjá þér. Já, gaman að finna svo. Takk. Takk. Næsti gestur okkar í þáttinn er Ómar Örn Helínusson sem kemur frá fyrirtækinu Innréttingaklæðning. Bara vertu velkominn, Ómar. Takk fyrir að fá mig. Segðu okkur aðeins frá þessu. Ég var aðeins að skoða myndir hjá þér ég var að sjá að það er að fríka alveg heilmikið upp á gamla eldhúsinnréttingu og gera hana bara nýjum með því að setja á þær filmur jafnvel. Hvað þjónustu eru það að bjóða upp á? Við erum að bjóða upp á að filma innréttingar og breytum lit og innréttingum yfirleitt á svona 1,5 degi. Já. Og filmum fataskápa og innihurðir, barbíkisinnréttingar og síðan akkurat í þessum töluðu orðum erum við að opna sprautuverkstæði líka. Já.
Og það er svo mikið nefnilega af innréttingum sem við getum ekki filmað, eins og fullningshurðir og hurðir sem eru með fræsingum í, þá getum við boðið upp á sprautun líka. Mjög áhugavert. Eru þið varðandi filmirnar, eru þið með margs konar litu og gerðir? Já, sko, filmar sem við notum í dag er sérhönnuð bara fyrir innréttingar. Þegar ég byrjaði fyrir 7 árum með fyrirtæki, þá notum við bara bílafilmur. Og núna er þessi filmar sem við notum í dag bara ætluð á innréttingar. Og úrvalið er ekki jafn mikið að litum, en úrvalið er mjög flott. Rosalega mikið að litum, margar viðartegundir. Og og já, þú getur fengið alltaf sérpantað líka, sko. Fengið alla liti milli himins og jarðar. Þannig að maður gæti fengið sér bara marmara. Já. Við erum með marmarafilmum, svartan marmara og síðan hvíta klassika. Það er mjög flott. En þetta er náttúrulega fyrir þá sem eru til dæmis vilja fríkka upp á innréttinguna sína, eru með gamla, þá er þetta mjög hagkvæm og ódýr lausn og fljót gert, ekki satt? Jú, mjög þægilegt, sko. Það er bara, það er ekkert ryk eða engin lykt, það er bara, maður kemur og vinnur og tekur upp ruslið og fer. Það er þetta búið yfirleitt á 1,5 degi í eldhúsið. Já, frábært. Og sem þið eru líka að setja þetta á fataskápa, hurðir á fataskápum og öðru slíku? Já. Og það gengur. Hvað var þar endingatíman? Er eitthvað hættu á þetta sé að flagna af eða? Sko, ég heyrði nú einhverja kjaftasögur um það daginn að það væri einhverju var að ræða það að filman var að flagna. Ég sá, og ég sendi þér mynd líka, sem kannski ég sýni fólkinu, að það er hurð sem ég filmaði á Baðherbyggi fyrir 7 árum síðan og það sést ekki á henni. En undirbúningsvinnan, þrifin og frágangurinn er það sem skiptir máli. Og ég hef ekki lent í þessu hingað til, en það sem við bjóðum eignum upp á líka, ef eitthvað skildi fara að flagna, þá lögum við það auðvitað bara. En ég hef ekki lent í því. Nei, frábært, þannig að það er bara besta mál. Þú þekkir þetta efni vel, hvað fyrirtæki er hvað 7 ára gamalt og þú er unnið mun lengur með þessar vörur. Já, ég er búinn að vera að vinna með filmu núna ég verið 15 ár. Maður kann fagsett ágætlega. Já, akkurat. Þannig að það er bara komin góð reynsla á þetta. Já, ég er búinn að vera að gera þetta fyrir sjálf á mig alveg í 10-15 ár, sko, að filma heima. Einmitt. Þetta er mjög spennandi að fylgjast með þessu og gaman fyrir fólk að hafa þetta val. Já, þetta er náttúrulega frábært val líka. Það eru svo margir sem eru kannski bara líka að kaupa sér bara tíma, eru að safna sér fyrir nýrri innréttingu sem við erum búin að teikna upp í hausnum og vilja samt ekki hafa gömlu ljótu mahóni við innréttinguna heima hjá sér. Þá kannski kaupa þau sér 3 ár, 4 ár með þessu og með það eru safna fyrir nýrri innréttingu sem eru búin að hugsa sér. Já, einmitt. Frábært. En eins og með endingun á filmunni, þessi filmur sem við munum nota í dag, hún er alveg 10+ ár, sko. Já, það er alveg 10+. Já, einmitt. Frábært, það er gott fyrir fólk að vita þessu og við tala nú ekki unga fólki sem eru jafnvel að reyna að kaupa sér þessar íbúðir sem eru í boði á markaðinum. Já, nákvæmlega. Getur gert bara gamla innréttingu að splungu nýrri. Já, það er náttúrulega málið, sko. Já. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk hérlega fyrir mig. Fleira verður ekki þættinum í kvöld. Við sjáumst á viku liðinni. Verið þið sæl.